Verið velkomin í pallborðsumræður hér í Game TV. Þetta í fyrst skipt sem við gerum þetta hér en ástæðan að leikurinn Galgun var að koma út og hann hefur valdið svona, ákveðnum umræðum og verið umdeildur. En við fengið tvo góða gesti í pallborðsumræðunar. Það annars vegar Karl Önnursson Magnason. Vertu velkomin. Karl Önnursson Magnason Sigurðarson. Nú já, fyrirgeðu, afsakaðu. Og Bjarni, gröfumaður held ég að sé bara út að segja. En Hvað í ósköpunum getur Bjarni gröfumaður haft í málun að leggja í svona pallborðsumræður? Já, ég veit það ekki, en þú? Já, ég get sagt þér alveg ýmislegt. Nú, ertu vel inn í töluleikjum eða? Ég reyndar aldrei spila töluleik. Nei. En ég hef ýmislegt að færa og segja ákveðna hluti. Það get ég sagt þér. Ok. Ég hef þá ekki bara vinda okkur í að spila þessari leik og svona Stoppar þú aðeins, Ólafur? Þú tekur ekki frammi fyrir mér. Ég ætla bara að segja að þetta er stórkostleg kápa þessu leik og mér líst bara mjög vel á það. Tvær sterkar konur hérna framan á. Og jú, þú mátt byrja núna. Já, þetta er samt búið að vera... Ég sé strax að þetta er snilldarleikur, Óli. Þetta er snilldarleikur. Settum inn í hann. Bjarni, þú ert ekki að öskra hérna fram í okkur. Þú lætur okkur vera eða ég gengi það út, Ólafur. Já. Ef þú hefur ekki stjórn á þessu manni, þá er ég farinn. Já, ok. En bara í leikinn. Sko, þetta er eiginlega gengur út á það, Karl, að maður á að skjóta konur og hérna með ástarörf, það eru trilltar í mann og maður á að skjóta, séu það hérna. Þú veist, til dæmis hérna svona skotmark og svo koma núna stúlkur, séu það eru trilltar í mig og ég þarf að skjóta, gera ástfangnar af mér. Ó, sjáðu hvað ég er Hvaða vitleysi skákur? Sérðu? Þetta er algjör snill, sko. Þetta er bara grunnskóli, sko. Ólafur, þú setur á pásu. Pásu? Sett á pásu. Okkur, sérðu þetta hérna? Það eru þrjár allar Pásu, trilltar í mig. Ólafur. Bjarni. Það eru allar Kom þú líka, Bjarni? Bjarni er ekki að fara neitt. Þetta er komið. Býttu hvað, í alvöru? Nei, býttu í alvöru. Það er enginn að fara hérna, kannski. Þetta er kallað fyrir. Þetta er komið nóg. Bjarni, ég held að við séum þá 2 einir eftir en ég vona að þú hafði aðeins meira álita á þessum leik. Þetta er náttúrulega ríkald. Herri, já, við erum þá 2 eftir. Karl náttúrulega fór eitthvað. Þetta virkar ekki þetta dröll. Nei, þú ert ekki að fara að stýra með þessu. Þú stýra með þessu hérna, sko. Hérna og... Nei, guð minn almáttugur, bara hvað, fæddist í Moldakófa. Herru, hérna, þetta snýr svona. Herru, en fyrsta sem það bara gengur út á að skjóta semst konur. Segðu maður hérna miðara, maður að skjóta svona. Þá verða það ástfangur á menni. Það verður munur. Já, ég get sagt það. Ég er stundum á gröfinni, sko, ég er algjör vandræð, sko. Sérðu, er það svona eða? Það er hópast af mér, sko. En finnst þér ekki rámt að því þetta er nú pallborðið, finnst þér ekki rámt að það sé verið að gefa út leik þar sem að maður er að skjóta konur í burtu frá sér og þær eru bara í stuttum pilsum og... Ég get ekki sagt að það sé rámt, sko, en hvernig virkar þetta? Vítir þetta á kassan það? Já. Og skjótu? Já. Þetta? Finnst þér? Já, Og hvernig finnst þér þetta? Þetta virkað? Þetta er reyndar, sko, ég get sagt það, þetta er ekkert frábrigði. Þetta sé ég að berast í allan daginn. Og hvað, skjóta konur? Já, kannski ekki skjóta þær meint, en maður á að hrinda þeim frá sér. Já, það er kannski skjóta þær með ástarörum í hjarta eins og Helgi Björns eða? Já, maður tala orðað þannig, sko. Þannig að þér finnst ekkert athugavert við þetta. Þannig að ég misti náttúrulega Karl hérna út, hann átti að koma náttúrulega með svona skoðun á móti, sko. Jú, allir kannski ekstra viðkvæmið þessa dagana. Fóru erfið dagar honum. Já, það? Ok. Lítill í sér. Já, en hvað myndirðu svona gefa þessu leiki einhvern svona, þú veist, myndirðu vilja hafa það sjá út í hillum verslana og vinna með þetta? Það er ekki bara partur af lífinu. Þetta er alltaf svakalegt, sko. Herru, en allavega pallborðsumræðum er lokið hérna í Game TV. Bjarni gröfumaður og Karl sem alltaf rauk hérna út í einhverju fússi. En Bjarni segir þetta sé í fínu lagi og við verðum bara að treysta því. Þannig að við bara hvetjum fólk til að bara prófa þetta og dæma sjálft. Ég get sagt þér það, Ólafur, að þetta verður í síðasta skipti sem ég nokkuð tíman stíga fæti framar í þennan ömulega þátt ykkar. Og er þið ennþá að horfa og spila þennan viðbjóð? Strákar, þið eruð algjörir hálfvitar, báðir tveir, þú líka Bjarni. Og ég er farinn og ég mun aldrei svara símanum aftur ef þú hringir. Það er ljóst. Hálfvitar.